Norrlenska nautakjötið, uppskrift á góðu kvöldi. Nú stendur yfir listasumar á Akureyri. Það hófst 24. júní og því lýkur á Akureyrarvöku 27. ágúst. Við ætlum að ræða við verkefnisstjóra og við ætlum einnig að kíkja inn á hluta af þeim sýningum sem sjá má á listasumri. Listasumar á Akureyri er hátíð eða vettvangur fyrir listastarfsemi á Akureyri og bara alls konar skemmtilega viðburði. Og byrjar 24. júní, stendur til 27. ágúst, en þá hefst Akureyrarvaka. Það er alltaf aukast, alltaf fleiri og fleiri sem vilja taka þátt og vera með. Og þetta er bara fjör á Akureyri og nágrenni. Og hvað er í gangi hérna á listasumri? Það er bara allt mögulegt. Það er ef við fyrir rennum svona stutt yfir þetta, þá til dæmis byrjaði listasumar mjög skemmtilega. Við vorum með hjólabrettanámskeið fyrir krakka, samstarfi við Mold Skateboards og Album.is. Það var svona listin að kunna á hjólabretti og gaman að fá yngri kynslóðina til að taka þátt. Síðan voru til dæmis tónleikar í Hofi. Þar voru íslenskar söngperlur, mjög skemmtilega viðburður. Síðan tókum við rót við í Deiglunni og verið nóg fjör, gaman. Og við reynum alltaf í ár hugsaum við þetta þannig að við ætlum að reyna að búa til festu. Það er að segja á þriðjudögum er alltaf eitthvað að gerast í Deiglunni. Á miðvikudögum þá voru til dæmis Gerður Ósk krakkajógakennari með jóga fyrir alla aldurshópa í Lystigarðinum. Á fimmtudögum er alltaf eitthvað að vera í Hofi og listasafnið er með leiðsögn hjá sér með listamenni sem tengist sumarsýningunni þeirra. Og á föstudögum er föstudagsfjör í Sundlauginni og Kvikindi sem er kvikmyndaklúbbur Akureyrar er með bíósýningar með okkur víðsvegar um bæinn. Og fyrir hverja er listasumar? Listasumar er fyrir alla. Það er alltaf að finna sér eitthvað skemmtilegt. Hvort sem allir hafa gaman af bíómyndum eða skreppa í sund og hafa gaman og það er bara, 1, 2 og 3 hafa gaman. Hvernig er að halda utan um svona viðburð? Ég held að þetta væri kannski aðeins einfaldara en það búið að vera nóg að gera. Hvað er í gangi hérna á listasafninu í tilefni listasumars? Við erum með sumarsýningu í gangi sem heitir því einfalda nafni bara Sumar. Og þetta er 21 listamaður, norrlensku listamaður sem er að sýna mjög fjölbreytt og ólík verk. Og sum þeirra eru mjög sumarleg og sum þeirra kannski minna sumarleg eða bara ekkert árstíðatengt. Og á listasumri þá höfum við það þannig að því að það eru mjög margir ferðamenn sem koma hérna yfir sumartíman að þá erum við með alla fimmtudaga í sumar klukkan 3 leiðsögn á íslensku með listamanni. Þá kemur einn listamaður sem er að sýna á sýningunni og er með starfsmanni safnsins og labba í gegnum sýninguna og segja þá auðvitað mest frá því verki sem listamaðurinn á. Þá getur maður fengið einhver bakgrunnsupplýsingar og þess aftar og má auðvitað taka þátt og spyrja og ræða saman um verkin. Og auk þess erum við í tengslum við sumarsýninguna, þá erum við með hugleiðslu. Það er Helga Björg Jónasardóttir sem er bara við verkið sitt sem er hérna á gólfinu, Ást og friður heitir það. Klukkan 5, alla þriðjudaga, býður hún upp á hugleiðslu. Fólk getur komið hér og tekið þátt í eða hort á eða verið með bara í hugleiðslu sem tekur 20-30 mínútur. Og auk þess erum við náttúrulega með alls kyns svona litla viðburði tengda listasumri. Við erum til dæmis að fara í gang núna með svona barnadagskrá þar sem að börn geta svarað spurningum frá sýningunni, teiknað eitthvað verk sem er á sýningunni og þau mega taka þetta með heim eða skilja eftir hér og síðan ætlum við í lok listasumars á Akureyrarvöku ætlum við að draga úr 3
heppna og við ætlum að sýna öll verkin sem að verða skilin eftir, þau verða til sýnis hérna og síðan fá einhver 3 börn, einhvern lítinn glaðning frá safninu. Finnið þið á safninu fyrir einhverjum breytingum á aðsókn eftir að listasumar, það fyrir að halda svona skipulega utan listasumar á Akureyri? Já, ég held að öll svona kynning og það sem öll er svona pakkað saman í eitt pakka, það er mjög gott. Þannig að þú veist, sumir koma og spyrja þetta listasumar í gangi, hvað er á dagskrá og þá er þetta hægt að benda alltaf upp í listasafni. Það er bara alltaf opið alla daga frá 10 til 5 og fólk er mjög áhugasamt að taka þátt í svona leiðsögnum og svoleiðis og það er auðvitað skemmtilegt. Og síðan vekur þetta athygli á öðrum viðburðum og við bendum gjarnan á hvað er fleira í gangi ef það er eitthvað að vera í deglunni eða í hofi eða upp í sundlaug eða í kaktus eða hvað sem er. Og ég held að líka bara nafni listasumar er orðið svona dálítið þekkt og við getum gert það ennþá þekktara af því að ég held að þetta sé svona getur orðið bara svona vörumerki sem að fólk tengir þá við Akureyri og að það sé eitthvað að vera í menningunni á sumrin. Nú erum við hérna í kaktus. Segðu mér aðeins, hvað er kaktus? Kaktus er sýningarrými, vinnustofur og svona fyrir alls konar list. Svona grasrótar staður þar sem að alls konar fer að koma fram á blómstra. Og hverjir standa að þessu? Kaktusarnir. Hvað eru þið mörg? Við erum 12. Við erum 12 í þessum hópi. Já. Og hvað fer fram hérna? Það fara myndlistarsýningar, tónleikar, gjörningar, dans, innsetningar, bara svona eftir hver vill. Og er fólk þá hérna á staðunum bara alla daga eða? Nei, það er rosa misjafnlega mikið. Það er náttúrulega margir bara í vinnu og er hérna mikið á kvöldin og helgar og svo þeir sem eru í sumarfríi er hérna rosa mikið. En annars svona bara það reyna flestir að vera hérna eins mikið og mögulega geta. Þið fluttu nýlega, er það ekki? Þið voruð í Listagilinu? Já, vorum í kjallaranum á Listasafninu og fórum þaðan út bara miðjan febrúar og út af endurbótunum sem eru í gangi þar og svo fengum við hérna inn bara núna í byrjun júní eða lok maí og við höfum þetta í sumar, vonandi sem lengst, vonum að sumarið verði rosa langt bara. Og þeir eru þá hérna í, það ekki fólk getur ekki sem dynheima eða dynheima eða rýmið eða húsið eða þetta er búið að vera ýmislegt. Já, og kaktus í dag. Og kaktus, já. Hvaða viðburðir eru hér á listasumri? Það eru búin að vera tónleikar, það voru 2 tónleikar síðustu helgi, eða tónleikar og svo drekamessa. Það var myndlistarsýning, skartgripasýning, svo verður skapandi sumarstöður með sýningu, verða náttúrulega fleiri tónleikar, svo Akureyrarvöku sem er náttúrulega í tengslum við listasumar líka. Þá ætlum við að vera með kaktusasýningu. þar sem við öll bara leggjum alls konar í og tökum allt húsið bara fyrir okkar, það sem við viljum sýna. Hvernig er að taka þátt í svona starfi? Það er ógeðislega gaman. Norðlenska nautakjötið, uppskrift af góðu kvöldi.